ég man það að við áttum heim á Hverfisgötu 41 upp í Kvisti, það var mitt herbergi, Kvistherbergi. Þar hafði ég á veggnum mynd af Erling Blöndal Bengtssyni og Einari Benediktssyni og Birni Gunnlaugssyni og það togaðist á þetta hvað tónlist, ljóðlistin var alltaf meiri. Ég man alltaf hvað ég var innilega ósammála þeim sem sögðu dýpstu fegur tungan færi tjáð en tónlistin engum fjötrum háð. Ég vildi alveg snúa þessu við. Tungan, móðurmálið, það var strax aðalatriðið og það sennilega vegna þess, já auðvitað vegna þess að mamma, hún hélt mér oft í fanginu og huggaði mig með ljóðum og svo fór hún svo oft með ljóð og hún las ljóðin með allri sér. Sko hún lifði ljóðið alveg, hún átti það. Sko ég held að ég hefði getað orðið svona miðlungsgullari að því leyti því að ég átti ekkert erfitt með að sko ef að menn að tala ferskeytlur og þannig en ég svolítið hræddur að rímið hefði tekið yfir höndina þannig að ljóðið, póesían ég hefði verið ég hefði orðið of upptekinn af forminu, ég hræddur það. En til dæmis, ég get alveg, það allt í lagi, við þurfum ekki að vera að leyna því. Sko, ég skammast mín ekkert fyrir það, ég hef ekki verið 11 ára, vestur á Kinnastöðum. Það var í ágúst og búið að slá túnið, auðvitað, og háfinn sprottinn. Og þetta var í ágúst þegar það var orðið dimmt á kvöldin. Og þá kom ég verið 11 kannski á 12, já eitthvað á 12 ári, svona. Ekki 12. Þá kem ég þarna út á brunnflötunni sem kallað á Kinnastöðum og þá dögg á brunnflötunni og þá voru vaxnar sólir aftur nokkrar og fíflar og algjörlega heiðskýr himinn því döggin var þarna á grasinu af því að það hafði verið heiðskýrt allan þann daginn og svo kvöldið þá jafn heiðskýrt og tunglið komið vel á loft og þá glitra daggardróparnir í ósleginni hánni þarna og blómanum. Og þá segi ég svona, og þetta kom alveg fyrir þarna laust. Líður yfir loftin há, ljósið nætur bjarta, dýrleg blómin dufti frá daggarperlum skarta. Og þetta kom alveg í átt, þetta bara svona. Og þetta eiginlega ekki tungutak svona krakka. En þetta kemur bara af því að sko ég var svo mikið með mömmu og í þessu og ég las svo mikið ljóð líka og þannig var þetta. Sveinbjörn Egilsson hér úr Njarðvík, hann úr Njarðvík, innri Njarðvík eins og Margeir Jónsson og þetta allt hérna hjá okkur. Brostin voru augu, þó var blíða á kinnum, saklaust brjóst sofið lá á dúni. Blíðu grét móðir, björt augu faðir, sakleysi bæði, svo skal barn gráta. En lítill engill leið á skýjum röðuls nýrísins reifaður gullblæjum, andliti blíðu, björtum augum, fríðan breiddi faðm mót föður ljósa. Svo nú spyr sá sem ekki veit, hvenær gerðu þeir Bernini eða Bertel Thorvaldsen svo vel, hvað þá betur? Þið voru með mér allan, ég skoðað og sá og ég hélt og það sem að Matthías, þú ert alltaf með sjálfum þér. Það alveg, sko okkur alveg óvægt að lesa ljóðin hans því hann alltaf með sjálfum sér. Hann yrkir það, hann það sem hann yrkir
það er búið að fara með svo mörg falleg ljóð núna en ég má nú fara með eitthvað svona, eitthvað. Úr Sálmar á Adómöld. Kort er dáinn, slitinn bóndi úr Fljótshlíð, en góður drengur og grand var í lífi sínu. Græskulaus var kímnin í augum hans þegar þau iðuðu af fjöri, en stundum gátu þau styggst og leitaði skjól eins og fiskur undir stein í grunnu vatni. Úr stofuglugga hans blasti við fögur sjón, jökull og grænn vangi hlíðarinnar þar sem Gunnar sneri aftur. Fegursta málverkið í listasafni ríkisins, sagði Kort, þar sem hann stóð við gluggann og fékk sér tóbaskorn. Mér er næra að halda að hann hafi eignast nýtt málverk og útsýnið úr stofuglugganum sé byrjandaverk samanborið við það. Þakkaði fyrir, Matthías. Þakkaði hjartanlega fyrir. Úr Land mitt og jörð. Trúarskáldið Matthías. Eins og viðdeyr sólin í vestrið en deyr ekki, hverfur áin til hafs eins og við en hverfur ekki, eins og við hverfur tunglið af himnum en hverfur ekki, eins og viðdeyr grasið í moldgóða jörð en deyr ekki, eins og við hverfur huldan í sólglitrandi fossúðan en hverfur ekki. Eins og við kemur sól og tungl og áin í regni, kemur huldan úr úðandi vatni við grösin og glitrandi blóm. Eins og við kemur grasið að ári, eins og við sem deyjum hálmstrá Guðs undir himni og páskadagssól. Magnað, altså þar er hann í Ísland, altså í hvít er minning þín við samfellda daga og sólir, leggst vikur grá nótt að jörð sem herpist við raun eins og hængur við svilhvíta hrygnu í sandmjúku botnfalli tímans. Skafurhreitt sem flekklaus hugur klökknar jökull til norðurs, en loksuðu eldar til suður sjóða einlita daga saman og fella einn af öðrum að hekluhvítu hjarni. Rís dögun og herðist við sólrís og edenskræn fyrirheit fjallhvítra vinda sem vængjmjúkri hugsun snerta bláfjöll sem bæn. Ég sé þig eins og sólar bros við glugga, þú snertir blóm sem vex úr þínum skugga, það springur út við ilm frá geislum þínum, er Ísland rís af vetrarkvíða sínum. Úr fjarlæg sé ég sól úr vötnum rísa og silfruð áin stiklar milli ísa, svo mjúk og tær sem morgun geisli finni sinn milda streng á sumar hörpu þinni. Í hlýjum blænum verður þú á þínum þar til gerða stað í huga mínum sem íslenskt vor með ilm í fylgd með sér. Og þar er aldrei önnur sól við glugga en ást sem grær úr þínum milda skugga og vitjar þess sem vex að hjarta þér. Ég þekki ekkert ljóðskáld, ekki núlefandi Matthíasi meira, ekki snakkið. Hann er hérna. Ég var alltaf að fikta við hljóðfærin, sko. Og ég held svona eftir á að fiðlan hafi verið og sé minn minnloka, sko. Ég fór, því að það var, sko, maður verður náttúrulega að einbeita sér alveg, sko, jæja, það, neini, ég sé ekkert eftir þenn tíma. Ég fékk fiðlu
Og svo var ég að reyna að fá kennslu í þessu og það var nú ekki svo auðvelt. Það voru ekki kennarar á hverju strái. Og ég fór einu sinni til Þorvaldar Steingrímssonar og spurði hvort að hann myndi vilja að kenna mér á fiðlu, hvort ég mætti koma í tíma til hans. Hann var afskaplega elskulegur og lýr, kom svona á dyrnar, en þá var hann upptekinn og það var ekki hægt. Og svo hélt ég áfram svona frá meðal þeirra sem ég frétt og ekki allir vissu sem ég spurði hverjir væru líklegir. En svo komst ég til Albert Klahn. Og Albert Klahn er einn af þeim mönnum sem Íslendingar hafa kannski ekki allir áttað sig á. Hann var til dæmis hljómsveitarstjóri Vilhjálms annars Þýskalandskeisara. Hvorki meira en minna. Það er ekki smáraði. Já. Og hann sagði mér að ég mætti koma. Og svo var ég hjá honum. Já, það gekk nú á ýmsu þar, sko. Ég var svo upptekinn af svona blæbrigðunum í tónunum, en tækni náttúrulega ekki til og ég vildi fara að túlka áður en að ég hafði tækni og mér fannst það svo kaldranalegt þegar hann sagði einu sinni, ég man það áður en að ég kom til hans, þá var ég búinn að svona af eigin rammleik ná því að spila á minn hátt vögguvísun eftir Brahms og þetta náttúrulega vildi ég spila fyrir hann en hann hlustaði ekkert á svoleiðislaga, heldur sagði mér hvernig ég átti að halda á fiðlunni og standa. Og ég bara, þá lét hann mig standa þannig að ég átti að standa í þennan fót og ég átti að lyfta hendinu svona og beygja og hafa olnbogið hér og þá lá hendin hér, þannig að ég mátti alls ekki snerta fiðlukassan sjálfan. Og svo þetta með hvernig ég átti að halda á bogan og þetta, sko, þetta var náttúrulega lífsnauðsynlegt eins og það. En það gekk á ýmsu svona og mér hætti alltaf til að vilja túlka þannig að tíminn, sko, takturinn hjá mér á þessum tíma var eiginlega, mér dettur í hug, ég spurði einu sinni amerískan gítarleikari, þetta ég var farin að vera með þeim upp á flugvelli svona mismunandi svona hljómsveitargrúppum, hvað honum fyndist ákveðinn fiðluleikara. Þá sagði hann, þessi Ameríkani hét Willie Goodnight og hafði rekið gítarskóla í Bandaríkjunum. Hann sagði, well, his tone is all right, but his time is for the birds. Já, það var svo. Og ég held að þetta hafi eiginlega verið góð lýsing á mér því ég hafði bara svona hæfileika til intónasjónar. En mér varðaði minnum taktin, sko, ég hafði hann miklu betri ljóðunum. Og svo þegar ég var búinn að vera þarna vissa mánuði, þá vantaði handavinnukennara niðri í Keflavík. Því Sigurjón Hilaríusson, sem hafði verið handavinnukennari þar, hann fékk stöðu í Kópavogi og hefur samband við mig og spurði mig hvort að ég vildi ekki taka við því að ég var þá handavinnukennari eins og hann. Svo ég fór niður í Keflavík og ætlaði að leysa hann fram á vorið, en það urðu nú ansi mörg ár því ég ílendist þarna og ég kem ekkert frekar inn á það, sko. Það gekk nú á ýmsu svona, það gekk alltaf brauðsótt í byrjun á þannig, en auðvitað ekki allt öðrum að kenna. Já, sko, til dæmis Gunnar Þórðarsson, Engilbert Jensen, Erlingur Björnsson og Rúnar Júlíusson, þessir elsku vinir, sko, þetta voru nú nemendur mínir og ég var að segja það hérna áður, sko, að þetta fór nú ansi vel þarna, mér gekk vel í kennslunni í Keflavík strax. Og þessir, já, ég hef ekki eitrað meir en það, þeir áttu eftir að gleðja Íslendinga með sinni hljómlist og halda sem betur fyrir áfram við það. Ég skal segja þér eitt, sem bassaleikari, ég hik ekki við að segja sjálfa mig, að ég var langbesti bassaleikari á Suðurnesjum. Af því það var engin annar. Engin annar. En svo kom bassaleikari og þá var málið leyst. Þetta já, svoleiðis nú það. Það hefur Rúnar? Já, ég Rúnar Júlíusson, já, það er gaman að þessu. Þetta sko, svo halda menn alltaf að heimurinn sé að farast.
það kemur alltaf maður í maður staðum. Allavega í þessu tilfelli, sko, því þá kom bassaleikari. Sko, mér nægir ekki málverk, svo málverk afskaplega mikið atriði og fallegt, en sko, það er ekki nóg fyrir mig. Ég tek fram fyrir málverki, þá tek ég þrívíða myndlist. Og það var ég var alltaf að tálka fugla og alltaf að búa til eitthvað, alltaf að smíða, endalaust, alltaf. Og ég hafði yndi af handavinnu í skólanum, það voru aðal tímarnir náttúrulega. Og einu sinni gleymdi ég að fara í handavinnu tíma til Óskars Steinssonar, handavinnukennara. Og ég fór að gráta, sko, hágráta yfir því að missa tímann. Já, það var sko ekki skróp þar. Nei. En það var aldrei hvarflaði að fara í bara myndlistarnám? Jú, það hvarflaði vel að mér og svo kom ég nefnilega inn á Grundastíg 2 eftir ég var búinn. Inn á Grundastíg 2 kom ég og en þá var mest áhersla lögð á teikningu og sem sagt tvívíða myndlist. Það var eiginlega þegar ég kom þar fyrst, þá var engin skúlptúr. En þau byrjuðu nú, það Gestur Þorgrímsson og Gerður og auðvitað. En mér fannst svona, ég hefði ekkert að læra þarna af þessu, þetta var ekki, mér fannst að ég kynni þetta allt saman svona og auðvitað svona algjör einbaháttu minn auðvitað. Þannig að mér fannst ég kynni þetta og gæti þetta allt saman, réði alveg við þetta, við þyrfti þess ekki. Svo togaði félagin alltaf líka svolítið svona, en ég var alltaf við þetta, þessar myndir. Nú er ég að reyna við almættið, en ég ræð bara ekkert við það. Sko, það er frá Halldóri Laxness, fuglinn, út á í fárviðrinu. Hvernig á maður að gera þetta? Og ég er búinn að gera margar tilraunir. Það getur vel verið að Guð almáttugur hjálpi mér einhvern tíma bara til þess að fá eitthvað sem að verður, já, og þetta sem ég er að reyna að gera, það verður aldrei, það sem er skást verður þó aldrei annað en svo örveikur endur ómur af því sem að sko kveikjan, já, sko bókmenntirnar hafa allar víddir. Og svo þegar maður fer að reyna að færa þetta yfir í efni, sko, en þá kemur þetta, hvaða efni á maður að nota og hvernig er þetta? Sko, já, einu sinni til dæmis þá bjó ég til engil og þá bjó ég til engil úr eintómu brotajárni. Og það var eiginlega því þá var ég að hugsa englana sem að Bernini bjó til. Hann hjóð þá í Marmara og svo eru vissir hlutir sem að mér finnst ég verið í Marmara, ég hef ekki svolítið í Marmara líka og sumt fer betur kannski í sandsteini og þannig það er stundum sér maður efnið og þá dettur manni í hug eitthvað út frá því, það er eitthvað þarna sem að hægt er að frelsa svolítið, fá fram, fá fókus á það. Annað, eins og til dæmis myndin, ég gleymi því aldrei. Ég var út í Noregi, í Steiniðju og þá sé ég stein, svona, svo þetta stóran stein, svona, og hann liggur þar á borði í Steiniðjunni og ég spyr svona, hvaða steinn er þetta? Hvað heitir þessi, hvaða steinn er þetta? Og þeir segja, þessi steinn heitir Golden Oxford. Og hvaðan kemur hann? Hann kemur frá Newcastle upon Tyne. Þá bara er eins og Einar Benediktsson komið þarna, sko tínasmiðjur. Hyrjar skjóminn himinn vígur, heggur loftsins dimmu brá, önnur hljóð öll dvín í dá, dagur þrumur lostinn hnígur. Hamast voldu rauðans rígur, rökkur klædd við tínar gljá. Og þá skín niður það gluggann,
þá kemur sólargeisli niður það gluggann og fellur á steininn og þá eiginlega sá maður hvers vegna steinin var kallaður Golden Oxford, af því það glitraði á örsmáar agnir eins og gullagnir í steininum sem annars gulur. Og þegar, og í geislanum, og þá dregur Einar Benediktsson sig tilbaka og ég sé Ólaf Kárason liggja í rúmi sínu undir súðinni og Sigurður Breiðfjörð kemur til hans í gullreiðinni eftir geislanum og kennir honum vísuna: sólin klár á hveli heiða, hvarma gljár við baugunum, á sér hár hún að greiða upp úr báru laugunum. Og ég segi bara þennan stein á Halldór Laxness. Já, sögðu þeir, og svo fór ég með steininn og hérna ég reyndi að fá sólina, ég reyndi að sýna sólina sem að var eins og íslensk lórileið þarna í bárulaugunum og greiddi hásið, það eru uggarnir sko. Og svo fór ég með þennan stein í Kristjaníu kunst og með talstöpur og til þess að fá hann steyptan í sand svona, bara til að hafa hann, af því ég vissi að ég náttúrulega gat ekki haft þennan stein og langaði ekki til að hafa hann, af því að ég var búinn að segja hver átti steinin, en svona áður en hann færi frá mér, þá fékk ég hann, þá vildi ég að fá hann steypta hann. Og þá Odd Hildar myndhöggvari sem hefur komið við sögu hér, mikill vinur Magnúsar Kjartanssonar ritstjóra Þjóðviljans og hafði höggvið mikið í Niðarósdómkirkjunni í þeim stíl. Og þegar hann sér steinin svona, því ég kem upp stiga þarna og hann satt þar og var að redusera vax sem átti að steypa fyrir hann í vax, þá segir hann svona: nei, úrdandu behandli steinin, sagði hann og tók steinin í fangi og svona. Svo ég var svolítið svona öruggari með þetta og svo þegar var búið að taka sandmót af steinin og svona, þá fór ég með hann og ég smíðaði kassu utan hann og svo fór ég með hann til Halldórs Laxness. Og Halldór, ég fann einhvern veginn þegar ég opnaði þessi kassan þarna í Gljúfrasteini hjá honum og Auði, þá fann ég svona eins og Halldór og svo sagði ég þetta bara eins og það var. Og mér fannst eins og hann vildi eiga steinin, ég fann það einhvern veginn frá honum svona. Og svo seinna, nokkrum mánuðum seinna, þá hitti ég hann, já þá var það í safninu Sigurins, þá var það vígjað, þá sagði Halldór við mig svona: ég vakna til steinsins, sagði hann. Þá hafði hann sett steinin í Svefnibergi. Já, og það er sólsteinin. Þessi skúlptúr heitir bara Sólsteinin. Hann ég held að sé hjá Auði núna. Það er Sólsteinin, já. Svona getur þetta orðið, sko, hvernig verður þetta til? Til dæmis Þröstur í garðinum með fransbrauðsmola í gófnum, þetta svona byrjar í hvað, þetta Matthías Jóhannesson. Þessi Þröstur í garðinum, hann ekkert, sko, þetta myndefni. En vandinn bara þessi að myndirnar alltaf bestar í ljóðinu. Ég get alltaf talað við Halldór Laxness. Ó heimski fugl í fínum alheims geim, sem flögrar eins og þankalítið spé og leikur þér sem laufakóngur í tré. Sjá ljóð þín eru fræg allan heim. Halldór, svo halda menn að Halldór sé bara rithöfundur, það allt og margir sem halda að Halldór sé bara rithöfundur, sem náttúrulega ekki neitt bara, en hann svo mikið ljóðskáld og menn ætti að lesa meira ljóðum hans. Ég var að taka hérna sonnetun hans sem Ólafur Kárason úrti til unnustu sinnar. Þótt form þín hjúpi graflín granna mynd og geymi þögul moldin augun blá, hvar skáldið forðum fegurð himinn sá, ófjarra stjörnu blík, ótæra lind. Og eins þótt fölni ungar varir þær, sem eitt sinn þýddu kalinn hlekkja mann,
Þær hendur stirnar ljúfar leistu hann og líki dauðans greip báðar tvær. Það sakar ei minn söng því minning þín í sálu minni eilíft líf sér bjó, af yndis þokka ást og mildri ró, eins og þú komst í fyrsta sinn til mín, eins og þú hvarfst í tign máleit hér, með tár á hvarm í hinsta sinn frá mér. Ég held að sé hvergi í heiminn að skrifa betri bækur en á Íslandi nú á þessum síðustu áratugum. Og það er svo notalegt og gott þegar maður að lesa svona þessi nýju ljóð líka, sko. Þú fylgist með ungskáldunum? Já, ég er að reyna að fá þau með, já. Og svo er það eitt náttúrulega, sko, ég er ekkert að reyna að læra ljóð, en þegar að þetta hittir mann, þá sígur þetta að manni svona. Eins og þegar ég var að horfa á píetuna í Péturskirkju. Þetta er svona, ég var alveg gagntekinn af þessari mynd, ég stóð þarna hjá honum. Þá sígur að mér, sko, þessi mynd, píetan er svona svolítið margþætt í formi, sko. Og hún sé bara þessi María sem heldur á Jesú þarna. En þá sígur að mér annað íslensk ljóð. Sko, og ég var búinn að vera á sýningu, ég var búinn að sjá sýningu frá Renaissance-sýningu, þar sem voru verk eftir Leonardo da Vinci og Michelangelo og alla þessa stóru. En á meðan ég er að horfa á myndina þarna, þá sígur að mér þetta ljóð eftir Matthías. Sko, þetta er heimsfrægt allt þarna, en þá kemur þetta ljóð. Hver er þessi kona, þetta hófstillta bros á ókunnri mynd í minningar grein, þessi hlédrægu móbrúnu augu? Hver er þessi langþreytta kona sem ein og án fjórblaða smára í hjarta sér kisti sem bára sinn stein og sitt sker, og þangbrúna strönd með lindbláa sál eins og leiftrandi stjarna sem skein í hjarnhvítu myrkri svo ein, og gekk þessum lyngmjúka dauða á hönd jafn áhyggjulaus og syngjandi þröstur á grein eða bára sem brotnar við strönd. Ég veit ekki hvort ég var meira á valdi ljóðsins eða marmarans, en auðvitað var þetta yndislegt, sko, sem skein í hjarnhvítu myrkri, sko, og það glitraði á kristallana í marmaranum, sko. Mér leiði vel þarna. Þetta var alveg mögnuð upplifun.